Eldarnir sem geisa í Los Angeles eru enn nánast stjórnlausir. Slökkviliðsstjóri segir þetta mestu náttúruhamfarir í sögu borgarinnar. Íslensk kona sem þar býr segist aldrei hafa orðið eins hrædd og nú. Kennarar eru svartsýnir á að samningar náist í kjaradeilu þeirra við ríki og sveitarfélög og búa sig undir víðtæk verkföllum næstu mánaðamót. Þeir vilja að stjórnvöld veiti samninganefndum skýrara umboð. Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru uggandi yfir afskiptum Elons Musks af stjórnmálum í álfunni. Þingmenn hér á landi eru ósammála hversu langt tjáningarfrelsi nær. Íbúar í Hveragerði hafa þurft að þola köld hús og kaldar sturtur í frostatíðinni vegna bilunar í aðalborholu bæjarins. Mest svíður þeim þó að fá ekki afslátt af hitaveitu í reikningnum. Bygging 1500 fermetra verslunarkjarna í miðbæ Siglufjarðar vekur misjöfn viðbrögð heimamanna. Sumir óttast að byggingin skemmi einstaka ásýnd miðbæjarins. Komiði sæl. 5 hið minnsta eru látin í mestu gróðureldum sem geisað hafa í borginni Los Angeles í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Íbúi þar segir umhorfs líkt og á vígvelli. Eldarnir fóru að breiðast út í fyrradag og eyra engu. Heilu göturnar eru brunnar, heimili, bílar, tré, skólar, kirkjur, kaffihús og veitingastaðir. Talið er að 2000 hús séu ónýt vegna eldanna sem loga á 5 stöðum. Í dag náði stærsti eldurinn í Palisades yfir 70 ferkílómetra. Til samanburðar er sveitarfélagið Garðabær 76 ferkílómetrar að stærð. 130.000 manns fengu skipun á þriðjudag að yfirgefa heimili sín. Einn þeirra sneri aftur í dag og við honum blasti heimilið brunnið til grunna. I rode my bike up and I thought maybe I would be able to get some extra stuff that we didn't take and come to see that the whole street is just gone. It's like a war zone. And we had so many memories in here that cannot be replaced. I had these great old pictures of my grandfather from World War II, both grandfathers, and I was going to get them framed, and now they're gone and they're lost. And I had so many things that are just lost forever. It just, I know we're safe, but I don't understand. Rauð viðvörun vegna hvassviðris í gildi þar til á morgun. Santa Ana vindar sem nú geisa berast frá óbyggðum inni í landi og leiðsinni til sjávar faraðir gljúfur þar sem þeir magnast upp. Vindarnir eru því orðnir mjög öflugir þegar þeir ríða yfir byggðina við sjóinn, borgina Los Angeles. Umfang sumra eldana er það mikið að þeir eru stjórnlausir og slökkvilið ræður ekki við þá. Eyðileggingin er mikil og 5 hið minnsta hafa farist í hamförunum. Mikil reykmengun er víða, líka utan mestu hamfarasvæðana. Damage assessments are ongoing at the Palisades fire. However, preliminary reports estimate the damage or destroyed structures to be in the thousands. It is safe to say that the Palisades fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles. Dröfn Ösp Snorradóttir er búsett í Highland Park í Los Angeles ekki langt frá eldunum í Eaton. Hún hefur fengið boð frá yfirvöldum að vera tilbúin að yfirgefa hús sitt með engum fyrirvara. Fréttastofan náði sambandi við hana nú rétt fyrir fréttir. Við erum á svo kalluðu rauð fána evacuation area, þannig að við getum hvenær sem er þurft að svara kallinu og stinga af og þetta er bara allt saman mjög skelfilegt. Ég hef aldrei verið svona hrædd síðan ég flutti til Los Angeles í þessi 15 ár sem ég hef verið hérna. Þannig að það er bara skelfing út alla borg, sko. Og ég meina að þurfa að pakka öllu niður í tösku og vera tilbúið með gött við hurðina, að þurfa bara að labba í burtu og krossa putta er náttúrulega bara svo yfirþyrmandi tilfinning að maður getur bara ekki hugsað hana til enda, sko. Vinir þínir sem að búa annar staðar, hefur verið í sambandi við einhverja sem að eru ekki verri málum? Því miður, það er það sem er búið að valda mér svo mikilli hugar angri og bara, sko, ég er bara maður algjörlega, sko, sálina mann er bara kramin því að ég persónulega þekki svona 8 mann sem eru gjörsamlega búin að missa allt upp í Altadínu. Núna er ég í vinnunni og ég er með í bílnum mínum, ég með mikilvæg gögn eins og vegabréf
og afsalið á húsinu og bílunum okkar og allt það sem skiptir svona lagalega máli en ég með töskurnar pakkaðar tilbúnar heima þannig að við þurfum að stinga af og þarf ég að rjúka heim og grípa köttinn og það er bara voðin svo víðsátt að þetta svo skelfilega handahófskennt ennþá hvar þó að þessir eldar séu á þessum stöðum þá geta verið að kvikna hérna út allt. Það er það sem svo hræðilegt við þetta allt saman sko. Þetta er ekki búið. Og þá snúum okkur að öðru. Kennarar íhuga hertar aðgerðir náist ekki samningar í kjaradeilu þeirra við ríki og sveitarfélög. Líklegt er að víðtæk verkföll hefjist næstu mánaðamót. Verkföll hafa verið boðuð í 14 leikskólum og 7 grunnskólum víða land 1. febrúar. Náist ekki samningar í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög. Kennarar funduðu í dag með ríkissáttasemjara. Ég hef áhyggjur af stöðunni. Það styttist í að verkföll skelli aftur á 1. febrúar. Finnst þér líklegt að það muni gerast? Já, ég verð að segja það eins og staðan núna þar sem að bara það tekur alltaf tíma að ganga frá kjarasamningstexta og við erum bara ekki komið þangað að það sé í augsýn. Markmiðið sé að samkomulag frá 2016 jöfnun lífeyrisréttinda og launa milli almenna og opinbera markaðarins sé virt. Þetta samkomulag hefur ekki verið uppfyllt. Þetta ættum að klára á 6 til 10 árum og nú er 2025 en ekki 2016, þannig að eðlilega er hún óþreyja í fólki. Þar af leiðandi hvetja kennarar nýja ríkisstjórn til þess að leggja sitt af mörkum. Það virðist sem svo að kannski umboð þeirra sem að sitja í samninganefndunum á mót okkur sé ekki nægilega sterkt úr sínu baklandi. Það er náttúrulega sveitarstjórnir og ríki sem að veita sínum samninganefndunum það umboð sem að sitja og ræða við félög kennarasambandsins og það umboð þarf kannski að vera bara enn skýrara. Fólk fáist ekki lengur til starfa í skólakerfinu á öllum skólastigum. Ég sé ekki annað en að við séum bara stefna í mjög alvarlegt ástand í skólakerfinu og það viljum við ekki. Okkar samfélagið þolir það ekki. Þá stendur til að halda atkvæðagreiðslu mánaðamótin hvort boða eigi til verkfalla í framhaldsskólum. Og svo bara tökum við stöðuna hverju sinni hvert að aðgerðir verði víkkaðar út. Ég get ekkert fullyrt það á þessu stíð. Og það er eitthvað sem kemur til greina? Við bara erum alltaf að meta stöðuna dag frá degi þess vegna Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru margir uggandi yfir afskiptum eins ríkasta manns heims af stjórnmálum í álfunni. Elon Musk ætlar í kvöld að taka viðtal við leiðtoga hægrlínu hægri flokksins í Þýskalandi. Elon Musk á og rekur samfélagsmiðlinn X og hann er einn ríkasti maður í heimi. Hann hefur löngum tjáð sig stjórnmál í Bandaríkjunum og þannig tekið þátt í þeim með óbeinum hætti. En brátt verður stjórnmálaþáttakans mun beinni þar sem hann kemur til með að gegna embætti í stjórnarliði Donalds Trump. Og nú er Musk farin að beina sjónum sínum að Evrópu. Hann hefur meðal annars kallað kanslara Þýskalands bjána og sakað forsætisráðherra Bretlands að hafa hylmt yfir með pakistönskum barnaníðingum. Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru margir uggandi við þessu og fleiri dæmum. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible. They're not interested in victims. They're interested in themselves. Jeg synes det bekymringsfullt at en mann med enorm tilgang til sosiale medier og store økonomiske ressurser går så direkte inn i indre forhold i andre land. Sitt sýnist hverjum framgöngu Musks. Ég sé það að hefur gripið sér svona svolítil geðshræring á meðal stjórnmálaleiðtoga í Evrópu yfir ummælum sem hann er að láta falla í aðdraganda kosninga í hinum og þessum ríkjum. Auðvitað þurfa stjórnmálamenn, kjörnir fulltrúar, kannski að tala varlega stjórnmálmálefni annarra ríkja. En almenni borgari og maður eins og Musk sem að rekur einmitt samfélagsmiðil sem nú svona bara vettvangur torg hins almenna manns, hann hefur auðvitað fullt frelsi til þess að tjá sig menn og málefni hvað sem í heiminum. Elon Musk hefur eins og aðrir tjáningafrelsi stjórnmál í Evrópu og frelsi til þess að búa sig til sambund við einstaka stjórnmálamenn. Dagbjörn segir þó að það verði að taka með í reikningin að Musk rekur risastóran samfélagsmiðil. Ljósið þess að þar þrífst upplýsingaóreiða, þar fer fram haturs orðræða í meira mæli og hann hefur beinlínis þótt ýta undir þá þróun. Við verðum að treysta á frjálsa umræðu, við verðum að virða tjáningafrelsið umfram allt en það aldrei án takmarkana. Fundur ríkisstjórnar Danmerkur með leiðtogum allra stjórnmálaflokka á danska þinginu vegna ummæla verðandi Bandaríkjaforseta Grænland stendur nú yfir.
Danski forsætisráðherrann boðaði til fundarins í gær og ætlunin að fara yfir viðbrögð stjórnarinnar við ummælum Trumps í byrjun vikunnar að hann útilokaði ekki að beita hervaldi til að ná stjórn á Grænlandi. Utanríkisráðherra Danmerkur hefur lagt áherslu á að taka beri orð Trumps alvarlega en ekki bókstaflega. Þá segir hann Dani reiðubúna til viðræðna við Bandaríkjamenn hagsmuni þeirra á norðurslóðum. Jeg har ikke en oplevelse af, at vi befinder os i nogen udenrigspolitisk krise. Jeg har en oplevelse af en præsident, der er på vej ind i Det Hvide Hus, som har et skærpet fokus på Arktis. Og det kan jeg sådan set godt forstå, han har. Det har vi også fra dansk side. Det har vi også i NATO-kredsen, hvor hele diskussionen om det høje nord fylder meget mere i dag, end den gjorde for år til side. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, vill leiða flokkinn áfram og segir ákvörðun formanns Sjálfstæðisflokksins að hætta ekki hafa nein áhrif á það. Hann segir eðlilegt að Framsóknarfólk sé svekkt eftir kosningarnar og nú þurfi að blása til sóknar. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, tilkynnti á Facebook á mánudag að hann ætlaði að hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins og á Alþingi. Í apríl í fyrra sagði Katrín Jakobsdóttir af sér og því hafa nú 2 af 3 oddvitum fráfarandi ríkisstjórnar horfið af hinu pólitíska sviði. En hefur ákvörðun Bjarna áhrif á formann Framsóknarflokksins? Engan veginn, eins og ég segi, hann veðjaði fyrir á sínum tíma að slíta ríkisstjórninni til þess að bjarga vantarlega sinni stöðu og flokknum og halda áfram með ríkisstjórn. Það gekk ekki eftir. Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins sem ekki náði kjöri til þings í kosningum, segir á mbl.is að það sé kurr í flokksmönnum eftir rýr kosningaúrslit og að brotthvarf Bjarna hafi aukið þrýsting á Sigurð Inga. Varðandi kurrin þá eðlilegt að fólk sé svekkt eftir niðurstöðu kosningarna. Það eru við öll í Framsókn. Hins vegar hafa fyrst og fremst ég fengið símtöl hvatningu að halda áfram, enda sit ég á þingi og hefur lýst því yfir. Ég ætli að fara hringi núna og tala við grassrótina og efla starfið í flokknum. Sigurður Ingi segist ekki verða var við þennan kurr, heldur fyrst og fremst hvatningu til að blása til sóknar og það ætli hann að gera. Og ég hyggst ef að flokksmenn vilja fá mig til þess að leiða flokkin áfram, að þá mun ég gera það. Miðstjórnarfundur verði síðan haldinn sennilega í mars, segir Sigurður Ingi, og það sé í höndum þess fundar hvort flokksþingi verði flýtt, en Lilja sagði á mbl.is að kalla verði eftir að flýta flokksþingi. 3 menn hafa verið ákærðir vegna frelsissviptingar í Vatnagörðum í Reykjavík fyrir 2 árum. Maðurinn sem varð fyrir árásinni, Garibaldi Ívarsson, sagði sögu sína í Kveik í október sama ár. Hann var læstur inni í herbergi í rúmar 2 klukkustundir og beittur grófu ofbeldi, þar sem hann var barinn bæði með röri og hamri. 2 mannanna eru ákærðir fyrir alvarlegustu brotin, það fyrir frelsissviptingu í ávinningsskyni. Við slíku broti liggur að lágmarki 1 árs fangelsisrefsing og að hámarki 16 ára fangelsisdómur. Langvarandi bilun í borholu Veitna í Hveragerði farin að reyna á þolrif íbúa. Heimili eru köld í mestu kuldatíðinni og heitar sturtur eru munaður. Fyrirfram hefði maður gefið sér að ef einhver bær á Íslandi þyrfti ekki að hafa áhyggjur af kyndingu þá væri það Hveragerði. Enda seytlar hér heitt vatn út úr annarri hverri þúfu. En það nú samt þannig að mörgum bæjarbúum kalt heima hjá sér. Í byrjun desember kom upp bilun í aðalborholu bæjarins. Brugðust veitur við með því að skerða heitt vatn til stórnotenda og hafa sundlaugar verið lokaðir í mestu kuldatíðinni. Hinn glæsilega sundlaug í Laugaskarði var tómleg í hádeginu, en slétt 11 gráðu heitt vatni í lauginni var engað síður til komu mikið í froststillunni. Bilunin veldur því að mörg heimili fá ekki nærri jafn heitt vatn og í venjulegu árferði. Veitur áætla að þetta eigi við það bil 10% heimila í bænum, einkum í jöðrum og í efri byggðum bæjarins. Þetta hefur þó reynt á þolrifin á íbúum í mestu kuldatíðinni. Milli jól og nýjárs og þá satt ég bara í sófanum með ullateppi og í ullasokkum og í ullapeysu og kveikt á kertum og allt til þess að verma heimilið. Hanna og fleiri hvergerðingaraunar hafa þurft að nýta sér rafmagns eða olíuofna. Heit sturta þykir orðið munaður. Það mjög langt síðan ég farið í heita góða sturtu. Vegna þess að vatni sem flæðir kerfin ekki jafn heitt þarf umtalsvert meira magn af vatni til að ná upp hita. Það hreinsar öll óhreinindi í kerfinu sem safna svo fyrir í síum. Þá kemur sér vel að vera handlaginn og kunna hreinsa síuna. Og inni í þessu dæmi svona lítið sigti
Mér ekkert rosalega stórt og það ekkert rosalega skítut núna, en það var komið í gær og blásið út úr kerfinu. Þetta þarftu að gera nokkru sinnum í viku? Nei, kannski bara nokkru sinnum á dag. Þegar var komið vika, þá vigtum við þetta og þá þetta 365 grömm. Bara að svona nokk þurrum sandi, það náttúrulega pínuræki í þessu. Kuldinn mikið hitamál á íbúasíðu Hvergerðing á Facebook. Flestir sýna biluninni skilning, en eru ósáttu við að ekki skuli vera gefin afsláttur af reikningnum fyrir heita vatnið. Veitur benda á að íbúar séu raun að fá meira heitt vatn þótt að sé ekki jafn heitt. Á meðan þetta innan viðmiðunarmarka þá hefur engin fordæmi fyrir því að veita afslátt svo lengi sem að hitastig sé ekki undir 50 gráðum til í rauninni til langs tíma. Góðu fréttirnar eru þær að nú styttist í að viðgerð ljúki. Borholan 180 gráðu heit og ekki hlaupið að því að fá varahluti, en þeir eru væntanlegir. Sko, það sem betur fyrir að hlýna næstu dögum, þannig að þá ættu þeir strax að finna mun, en við vonumst þess að vera komin með þann búnað sem við þurfum til að koma þessi lag í næstu viku. Theodór Freyr, þetta búið að vera svolítið langt kuldakast hjá okkur núna, en nú að fara að hlýna, ekki satt? Jú, og svona eiginlega má segja að þetta hafi verið kaldasti dagurinn mörgu leyti í dag, allan var frost að fara í 26 og Þingvöllum til að mynda. Wow. En allt aðra hitatölu fyrir morgundag, ég með kortinu sem gildir klukkan 14 á morgun og sjáum við að það nú búið að hlána hér á láglendi vestan til á landinu og það mun einnig gera það seinna meir á láglendi í öðru landshlutum. Bara konar rauðatölur. Konar rauðatölur sem bara mörgu fyrst verið að hafa jákvætt. Já, þannig að það heldur eitthvað áfram. Já, það úteftir að verði í rauninni bara vel fram í næstu viku þannig. Frábært, heyrðu, þú ferð yfir þetta allt saman að loknum íþróttum. Theodór Freyr Hervarsson, takk fyrir þetta. Snjalllausnir í heilbrigðiskerfinu geta létta á manneklu og eru nauðsynlegar til að bregðast við öldrun þjóðarinnar. Þetta segir danskur sérfræðingur. Íslendingar þurfa að horfast í augu við vanda heilbrigðiskerfisins. Aukið álag á heilbrigðiskerfinu samhliða öldrun þjóðarinnar samevrópskt vandamál. Þetta þekkir Torben K. Holman sem hefur farið fyrir heilbrigðisþjónustu í Næstved í Danmörku. Sveitarfélagið leiðandi í notkun snjalllausna i velfærdsþjónustu. Jamen altså velfærdsteknologi for mig, det jo en teknologi, der kan hjælpe os med at kunne se det, man ikke kan se med det blotte øje, og kunne bruge noget data til at kunne være endnu bedre til sit arbejde. Í því felst meðal annars að vakta svefnmynstur sjúklinga og hreyfingar til að geta brugðist betur við vandamálum. At når vi går ind i en borgers hjem, så ved vi om de er vågne eller ikke vågne. Hvis de er faldet, så ved vi det, så får vi en besked. Men vi kan også se, hvis borgeren går meget rundt, går mange gange på toilettet, så der måske noget galt, og så kan vi undersøge borgeren. Samkvæmt greiningu KPMG þörf 3700 nýjum hjúkrunarrýmum á Íslandi á næstu 15 árum. En það eitt að byggja hjúkrunarheimili, annað að manna þau og þar liggur helsti vandinn. Holman segir að tæknin geti lett undir. Hvad tror du problemet her i den islandske system? Jeg tror, I har to problemer. Det ene problem det er, at I har simpelthen ikke accepteret og indset, at I har et kæmpe problem med personalemangel, og det skulle jeg have gjort noget ved for mange år siden. Det andet problem er, at I måske ikke helt stoler på teknologien, eller ikke sådan helt vil bruge velfærdsteknologi, eller har mod til det. Siglfirðingar eru ekki á eitt sáttir við áform byggingu nýs verslunarkjarna. Sumir hafa kallað eftir íbúakosningu og segja bygginguna skipulagsslys sem skyggi á brag miðbæjarins. Sveitarfélagið féllst á að T-Ark arkitektar fengju fyrir hönd Samkaupa og KSK eigna að breyta deiluskipulagi til að byggja verslunarkjarna til að hýsa nýja verslun Samkaupa. Þar verða líka rými fyrir fleiri fyrirtæki. Það hérna á gamla tjaldsvæðinu á Siglufirði sem stendur til að reisa yfir 1500 fermetra byggingu ef af þessum áformum verður. Siglfirðingar hafa skiptar skoðanir á þessu, enda á aðalega þessari staðsetningu hérna í hjarta bæjarins. Mér líst ekkert á þetta. Ég held að vera bara nóg pláss annars staðar í bænum fyrir þetta. Því mér finnst þessi stað, það sem við erum með núna og tjaldstæðið og höfnin og þetta sé bara algjörlega til fyrirmyndar og sé miðbæra og bara fáránlegt að hrófla við honum. Sko búðin bara á frábærum stað þarna og hérna grunar að það eiga að vera einhver húsnæði þarna fyrir minni fyrirtæki til að vera í. En þau bara hafa yfirleitt ekki gengið þarna sko. Mér líst bara þokkalega á það. Húsin eru bara þannig í stíl svona pínu við í nútíma búning. Önnur hús sem eru svona þökkin og bara flott. Staðsyningin
þokkaleg, heldur lífi í bænum. Sko, mér finnst búðin bara flott eins og hún er. Og ég er búin að sjá teikningar og þetta skyggir svolítið á rauðkuplanið. Og umsagnir í samráðsgátt eru á svipaða leið. Þar er talað óafturkræf skipulagsslys og ásættanlega hugmynd. Þar er þó minnst á að mótstaða hafi verið byggingu hótelsins sem sátt er í dag. Sveitarfélagið ítrekkar að ekki sé búið að taka ákvörðun skipulagið. Deiliskipulagið mun alltaf þurfa að taka mið að nærliggjandi byggð. Að sjálfsögðu verður gert allt sem hægt er að gera til að koma móts við þær umsagnir sem borist hafa. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, ég vona allavega að Siglfirðingar þurfi ekki að sitja uppi með einhverja risastóra græna vöruskemmu eins og íbúar við Álfabakka hafa þurft að gera og hafi verið mikið á milli tannanna á fólki. Við ætlum að ræða það í kvöld og djúpt á fulltrúum meirihlutans í borgarstjórn í dag. Við ætlum að ræða við fulltrúa minnihlutans. Það er Hildi Björnsdóttir og Sölnu Magdalenu Mörtudóttur þetta og að því að tilefni að borgarstjórnin ákveða að gera stjórnsýsluúttekt á byggingunni og skipulaginu. Nákvæmlega. En svo ætlum við að kíkja á bak við tjöldin í Vigdísarþáttunum og rýna í sviðsmyndina, búningana og læra að gera Vigdísar hárgreiðsluna sem ég ætla að spreyta með á helgina. Heldur betur. Takk fyrir þetta, missum ekki að Kastljósi kvöldsins. Og þessu næst þá ætlar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson að segja okkur hvað verður í íþróttum kvöldsins. Nú er ein vika þar til íslenska karlalandsliði handbolta hefur leik á HM. Ísland mætti Svíþjóð í vináttuleik í Kristianstað í kvöld. Það fer að skýrast hver verður næsti landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta. Búið er að ræða við kandidatana sem koma til greina. Og dregið var í bikarkeppni kvenna í handbolta í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Eldarnir sem geisa í Los Angeles eru enn nánast stjórnlausir. Slökkviliðsstjóri segir þetta mestu náttúruhamfarir í sögu borgarinnar. Íslensk kona sem þar býr segist aldrei hafa orðið hrædd og nú. Kennarar eru svartsýnir á að samningar náist í kjaradeilu þeirra við ríki og sveitarfélög og búa sig undir víðtæk verkföllum næstu mánaðamót. Þeir vilja að stjórnvöld veiti samninganefndum skýrara umboð. Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru uggandi yfir afskiptum Elons Musks af stjórnmálum í álfunni. Þingmenn hér á landi eru ósammála hversu langt tjáningarfrelsi nær. Íbúar í Hveragerði hafa þurft að þola köld hús og kaldar sturtur í frostatíðinni vegna bilunar í aðalborholu bæjarins. Mest svíður þeim þó að fá ekki afslátt af hitaveitureikningnum. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.